Til hamingju, það bara undanúrslit í Evrópukeppninni, þetta er stór áfangi. Þetta bara geðveikt, þetta bara draumur, við erum búin að vera að vinna að þessu núna bara í allan vetur og við erum bara að taka á eitt skref í einu og náðum að klára þetta í dag, að koma okkur áfram og nú er bara því skrefi náð og svo bara einhvern tíma þegar líður á þá fyrir við að fókusta á næsta skref í þessari keppni. En þetta svona stóð tæpt á tímabilið, þið voru lentar 6 mörgum undir eftir 40 mínútna leik. Já, við vorum eiginlega bara fyrri hálfleikur, við vorum sjálfum okkur vestar slúttuðum illa og vorum að fókusa á hluti sem við höfum ekki stjórn á eins og dómararnir og eitthvað svona bíó og svo bara núllstiltum okkur vel í hálfleik og ákveðum að var bara 0-0 ætlum að vinna seinni hálfleikinn og vörnin kom betur inn, Hafdís varði nokkra geggjaða deddara og þá bara svona kom þetta og þá kom hitt með. Þetta er rosa stór áfangi, þetta er nú bara í þriðja sinn sem að Íslands kvennalið kemst svo langt í Evrópukeppni. Já, það er geggjað, það er alltaf gaman að gera eitthvað svona sögulegt í boltanum og við erum náttúrulega bara með okkar markmið núna og við ætlum bara að vinna þessa keppni. Við tókum út Malagar sem hafa unnið þetta og við erum að taka núna sterkt tekníslið út og við höfum bara fulla trú á því að við getum unnið ef við mætum rétt til leiks. Og þetta er búið að vera, þessi leikur tók svakalega á og þetta er annar leikur náttúrulega á 2 dögum. Já, þetta var mikil orka sem fór í þennan leik en það er líka þannig sem að vörnin smellur, þú spilar hörku vörn og það fer mikil orka í hana og þetta var hraður bolti og þær keyrðu miklu meira í dag en þær gerðu í gær og þetta var bara rosalega orku bolti en í staðinn er bara miklu sætara að fara út af með sigur að baki. Og alveg búinn? Ég er búinn að því, en djöfull var þetta gaman og ég myndi spila svona leiki alla dag í gæti sko, þetta var ógeðslega gaman.